Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum að þessu sinni hérna upp Kaffi Laut í Lystigarðinum á Akureyri. Það er verið að enduropna hérna á morgun að gera kíkja hérna við, bara opnað klukkan 10 fyrramálið, opið til 10 til 10, alla daga. En við ætlum að næst að tala menningarstyrki sem menningarráð Eyþings var að úthluta. Þetta eru styrkir sem ég veit að margir voru búin að bíða eftir enda áttu þeir að koma ef ég man rétt í febrúar en eru loksins komnir og allir ægilega glaðir með það. Jóna, þið hljótið að vera ánægð að þetta sé loksins komið allt saman. Já, loksins. Síðastliðinn föstudag fyrir viku var undirritaður nýr menningarsamningur við Eyþing til 1 árs og í dag erum við að tilkynna úthlutun á 42 milljónum til menningarstarfs hér á svæðinu. En Eyþing og þessi styrki, þeir hafa hreinlega, og maður bara veit það því við höfum nú verið svo heppin að fá að hitta marga sem hafa fengið þessa styrki. Þetta skiptir bara einfallega sköpum á þessu svæði að þessi styrki komi. Já, skiptir náttúrulega sköpum ekki bara þessu svæði heldur bara öllu landinu. Því að allt landið er með svona menningarsamninga utan stór höfuðborgarsvæðisins, það er Reykjavíkur. Og þetta hefur skipt verulega máli og ég veit að það eru mörg verkefni með margir sem er búin að bíða og það eru verkefni sem hafa fallið upp fyrir út af þessum drætti hjá okkur eða hjá samningnum og svo eru verkefni sem hafa bara frestast og verða þá bara síður á árinu. En af hverju var það svona lengi? Það er kannski bara að það náðist að búið að vera að vinna í þessu samningu síðan fyrir áramót og það hefur bara verið dregist af ýmsum ástæðum hjá ríkinu að ganga frá þessum samningi. En ég sá könnuna hjá Capacent, allavega sýnir þetta sem þú varst að tala áhrifin sem þessi samningar hafa haft á svæðið. Já, Capacent tók út menningarsamningarna síðastliðið haust og árangurinn af þeim er alveg greinilegur og hefur skipt miklu máli og hér á svæðinu skoruðum við mjög hátt í starfi